Við eigum sem sagt að taka viðtal við heiðursverðlaunahafana okkar. Já, en við vitum ekki hver það sem flækir málin. En við höfum ekki sennan kassa með vísbendingum og við eigum að leysa gátuna. Einmitt. Og hér er kassinn. Aha! Súpermann er heiðursverðlaunahafinn. Við veit það, hann á það skilið. Ertu alveg viss um það? Já. Nei, líklega ekki. Hér er Búkolla. Ég þekki þá sögu mjög vel. Þá hlýtur sá sem fær heiðursverðlaunin af að skrifa Búkollu. Bíddu, er Búkolla ekki þjóðsaga? Jú, alveg rétt. Þá passar það ekki. Hvað er þetta? Þetta er eitthvað mjög gamaldags. Ég hef séð svona í bíómynd. Já, ok. Gæti að vera leikari og hann hafi notað þennan hlut í bíómyndinni. Hvaða bíómynd var það? Ég man það ekki alveg. En hvað er fleira hérna? Strumpur. Nei, nú er ég alveg hissa. Eru strumparnir íslenskir? Nei, eru þeir ekki franskir eða eitthvað svoleiðis? Þá getur þetta ekki verið höfundur strumpana. Er þetta kannski einhver sem heitir Kjartan? Það er mjög langsótt. Er ég líkur einhverjum? Þetta er eitthvað kunnulegt en ég er samt ekki viss. Ég held að við þurfum hjálp. Taktu kassan og finnum eitthvað til að hjálpa. Ok. Jæja, þurfum við ekki bara að spyrja eitthvað? Jú, spyrjum þennan mann. Afsakaðu, við erum að komast að hver heiðursverðlaunahafinn okkar er. Þetta eru vísbendingarnar. Veistu hver það er? Nei, en hringið í þennan bara. Já. Kæra þakkir, komdu. Bæ. S. Kannast eitthvað við þetta? Sólin glampar úti, veðrið er gott. En inni er dimmt og hljótt. Spæjarinn situr í stólnum sínum í birtunni frá einum ljóskastara og glímir við Sudoku. Síminn hringir og spæjarinn hrekkur við. Spenningurinn hríslast andlit hans. Hann hefur verk að vinna. Hjá Jóni góða kvöldið. Segir engaspæjarinn, yfirvegaður og tilbúinn í verkið. Tvær mjög skrækar og æstar raddir töluðu í síman á sama tíma. Jón hlustaði á athygli og barðist við að greina orðaskil, en ekkert gekk. Hann lokaði augunum og spilaði aftur það sem raddirnar sögðu í hausnum á sér og reyndi að greina dulmálið í röddum þeirra. Við þurfum að komast að því hver er heiðursverðlaunahafinn á sögum verðlaunahátíð barnanna. Við erum bara með nokkrar vísbendingar. Geturðu hjálpað okkur? Jón Spæjó glotti við. Hann var tilbúinn í verkið og bað skjólstæðingana að koma til sín með vísbendingarnar. Hann að kraft í máli fer, hann mun vita hver hann er. Jón Spæjó. Tveir krakkar komu hlaupandi inn á skrifstofu Jóns og hvolfdu úr kassa á skrifborðið hans. Hárkolla, lampi, bók, strumpur og Súpermann. Þetta átti eftir að vera snúið. Jón Spæjó greip stekkunaglerið sitt og skoðaði hvern hlut vandlega. Hann skoðaði, þefaði og sleikti hvern hlut. Hann var engu nær. Skyndilega fann hann undarlega orku frá Búkollubókinni. Hann opnaði hana og út datt filmubútur. Þetta var lykillinn. Hver fær heiðursverðlaunin? Jón er aðalspæjarinn. Ég hef það. Léttustrupur, kraftastrupur, munið þið nákvæmlega hvar þið köstuð áburðarflöskunni. Auðvitað, hesturstrupur. Þetta er mikið nammi, milligram. Hakuna Matata. Hversu orð eru sönn? Blóð, það er allt í blóð.
Já. Þú ekkert aldrei betri vinn en mig. Ég inn í Austurstræti snara slétt og strauða skóna. Jó, ekki líta á mig, ég být ekki fyrir þessa. Og allt þetta fólk svona veikt. Hér leynast sögur að. Sem út sumar og sól. Lúli lati. Útvaksnar á ýmsum stöðum, rauðbirknar og brekknóttar. Að þeim vaka menn súrdagsbrauð. Þú getur fræðst það. Baulaðu búkolla ef þú heyrir. Auðvitað, það hann! Komdu af stað! Latti, til hamingju, þú ert heiðursverðlauna hafinn. Takk fyrir, Hvernig kærlega. líður þér? Þú átt að vera virkilega mikið skilið. Mér líður alveg rosalega vel. Ég er bara svo undrandi á því að skuli velja mig í þetta, sko. Heiðursverðlaun, ég er bara, þú veist, ég er að fara að gráta bara. Þetta er Ég bara, get svarið. þú mátt alveg gráta af gleði, þú átt að vera mjög mikið skilið. Hvað heldur þú sért frægastu fyrir? Já, ætli ég sé ekki frægastu fyrir bara að vera í Halla og Ladda. Vera að grína og Já. náttúrulega lesin á teiknimyndir. Já. Já, Já. það er ekki í strumpana og svona. Já. Hvað talaði alveg fyrir marga strumpa? Allar hafi ekki verið svona eitthvað 30 stykki eitthvað. 30 strumpa? 30? Það er ekkert smá mikið. Getur þú kannski gefið okkur einhver dæmi? Jæja, ströppandi mínir. Er ekki allt í góðu lagi með ykkur? Hjálpaðu mér, æsiströmpur, hjálpaðu mér! Hvernig færðu laðið sér? Ég hef ekki hugmynd. Þetta er rosalega vel Þetta er gert. alveg Ég eins. bara fæddist svona skrítinn, sko. Haldur þetta bara þessi röddum og svona. Sko það er eitt sem ég lengi langaði að vita frá því að ég sko vissi að þú væri svona frægur og værir, þú veist, að leikum allt. Já. Af hverju ertu þekktur sem Latti en ekki Þórhallur eins og þú heitir í raun og veru? Það sé ekki bara út af því að Latti er miklu skemmtilegri heldur en Þórhallur. Þórhallur er bara einhver leiðindagur. Latti er alltaf fyndinn og skemmtilegur. Já. Ha. Hvað myndur þú vilja vera ef þú værir ekki listamaður? Eða svona leikari. Ef ég verði ekki, ég veit ekki hvað ég væri þá. Ég veist ekki bara að vera myndlistarmaður. Já. Sem ég ætlaði alltaf að vera, sko. Þegar ég var ungur, þá ákvaði ég að vera myndlistarmaður. Þegar ég var alltaf að teikna og svona. Og svo bara þegar ég var eitthvað 19-20 ára, að þá byrjaði ég í hljómsveit. Og síðan bara gat ég ekki stoppað því og var bara í hljómsveit að syngja og skemmta og síðan fór ég að grínast líka. Við Halli vorum alltaf saman, við vorum í sömu hljómsveitinni. Þú og Halli stofnuðu Tvíeyki, eða ekki? Jú, svo stofnuðum við bara sem sagt Halla og Ladda. Við fórum að skemmta. Bara innilega til hamingju með heiðursverðlaunin enn og aftur og mér finnst þetta bara að eiga þetta virkilega skilið. Takk fyrir að velja mig. Já. Það var bara nefnum sem var hægt að gera. Þetta er bara mikill heiður fyrir mig. En það er þetta líka heiðursverðlaun. Já. Já. Bye. Bye. Sjáðu sætt. Bye.